Góðir sveitarstjórnarfulltrúar, ég segi þá 40. fund sveitarstjórnar Skagafjarðar settan en fundurinn er haldinn á Sauðárkróki á Sæmundargötu 7A miðvikudaginn 27. ágúst 2025. Ég býð alla sveitarstjórnarfulltrúa velkomna til fundarins en í stað Hrefnu Jóhannesdóttur og Hrundar Pétursdóttur eru hér í dag Sigurður Bjarni Rafnsson og Sigríður Magnúsdóttir og í stað Guðlaugs Skúlasonar er Jón Daníel Jónsson. Ég býði líka velkomin sveitarstjóran Sigfús Inga Sigfússon og fundarritarann sem er Baldur Hrafn Björnsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs. Okkur hefur borist beiðni að taka eitt mál inn með afbrigðum á dagskrá fundarins en það er framlenging á leyfi frá Kristófer, leyfi störf í setu fræðslunefndar og þið samþykkt því að við tökum það inn á dagskrána. Það er samþykkt samhljóða og þá verður það liður númer 4 á dagskráni. Annars bara göngum við til dagskránar eins og hún liggur fyrir og fyrsta fundargerð er fundargerð atvinnu menningar og kynningarnefndar fundur númer 36 sem haldinn var 20. ágúst 2025. Það voru 9 mál á dagskráni og fyrsta var skýrsla deildarstjóra, annað var fjárhagsáætlun 2026 málaflokkur 05 menningarmál, þriðji liður var fjárhagsáætlun 2026 málaflokkur 13 atvinnumál, fjórði liður var forgangsverkefni áfangastaða áætlunar Norðurlands 2025, fimmti liður var stöðugreining og aðgerðar áætlun fyrir ferðaþjónustuna í Skagafirði, sjötti liður það var hinsegin hátíð 2026, sjöundi liður það var sæluvika 2026, áttundi liður var lýðheilsukort á Norðurlandi vestra og níundi liður það var ársskýrsla héraðsskjalasafns og listasafns Skagfirðinga 2024. Orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls þeir sem samþykkir afgreiðslu eða samþykkir fundargerðin gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Fundargerð númer 2 það er landbúnaðar innviðanefnd, það var fundur númer 31 og var fundurinn haldinn 19. ágúst síðastliðinn. Það voru 9 mál á dagskráni. Fyrsta mál það var rekstraröryggi og vinnslugeta jarðhitakerfa í Varmahlíð og Hrollaugsdal. Annar liður það var fjárhagsrammi 2026 málaflokkur 63 Skagafjarðarveitur vatnsveita. Þriðji liður það var fjárhagsrammi 2026 málaflokkur 65 sjóveitan. Fjórði liður það var fjárhagsrammi fyrir 2026 og það var hitaveitan. Og liður 5 það var fjarskiptasamband í Skagafirði. Og liður 6 það var umsókn leyfi til búfjárhalds í þéttbýli, liður 7 það var umsókn leyfi til búfjárhalds í þéttbýli, liður 8 það var samráð áform frumvarp til laga breytingu á lögum úrvinnslugjald og 9. liður það var urðaðarúrgangur 2025 í Stekkjavík. Varðandi liður nummer 5 fjarskiptasamband í Skagafirði að þá var gerð bókun í landbúnaðar og innviðanefnd þessi mál sem er hérna í fundargögnunum en ég geri það tillögu minni að við gerum það bókun sveitarstjórnar. En orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls, þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá var það fundur skipulagsnefndar, það var fundur númer 80 og var hann haldinn 21. ágúst 2025. Á dagskráni voru 10 mál, það voru 11 mál fyrirgefið og ég geri það tillögu minni að lið 3, 4, 5, 6, 7 og 8 verði vísað til síðari afgreiðslu hér á fundinum. Þannig að við tökum þá fyrir lið nummer 1 sem er borgarflöt deiliskipulag, lið nummer 2 sem er Skagfirðingabraut 45 beiðnum heimild til að stækka svalir, liður nummer 9 sem var afgreiðslufundur byggingafulltrúa nummer 66, liður 10 sem var afgreiðslufundur byggingafulltrúa nummer 67 og liður 11 sem var afgreiðslufundur byggingafulltrúa nummer 68. Orðið er laust þessa liði fundargerðarinnar. Það er enginn sem óskar til að taka til máls, þeir sem eru samþykkja þessa liði fundargerðarinnar og hún er samþykkt samhljóða. Þá tökum við inn liði númer 4 sem við vorum að samþykkja hérna áðan að taka inn með afbrigðum
en það liggur fyrir erindi frá Kristófer Má Marónsyni dagsett 27. ágúst 2025 þar sem hann óskar eftir að framlengja áður veitt tímabundi leyfi frá störfum sem formaður fræðslunefndar Skagafjarðar til 3. september 2025. Sveitarstjórn samþykkir til 2025. Tilnefna þarf að nýju í fræðslunefnd í stað Kristófers Más Marónssonar á meðan hann í leyfi. Það liggur tillaga fyrir fundinum og það að Hrund Pétursdóttir verði formaður fræðslunefndar og Sigrún Eva Helgadóttir kom inn sem aðalmaður og Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir sem varamann Sigrúnar Evu. Aðrar tilnefningar hafa ekki borist og skoðast þau því rétt kjörin. Þá að liðið númer 5 á dagskránni og það er samþykkt hesthús og umgengni í hesthúsahverfinu á Sauðárkróki og hér liggur fyrir samþykkt hesthús og umgengni í hesthúsahverfinu á Sauðárkróki dagsett 3. júlí 2025 og undirrituð af Sigríði Hjaltadóttur framkvæmdastjóra Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra. Orðið laust þess að gera svo vel, Sveinn. Forseti, sveitarstjóra, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég var nú að lesa þessa samþykkt umgengni í hesthúsahverfi og hún er mjög góð held ég, en það er svona sem mér langar svona velta þessu upp. Hver ætlar að hafa eftirlit með þessu að þetta verði akkurat eins og þetta er þarna? Því ef við förum niður í hesthúsahverfið þá sjáum við að það er mjög margt sem er ekki eftir allavega þessari samþykkt. Og þá velti ég mikið fyrir mér á sveitarfélagi að fara að standa í þessu. Eða stað með sveitarfélagi sem að fara núna að vera einhver löggur í þessu. Eða ætlar heilbrigðiseftirlitið að standa í þessu. Við veitum nú hvernig það hefur nú gengið með margt annað. Þannig að þetta er mjög gott að hafa þessa samþykkt. En ég hef rosalega áhyggjur hver á að einmitt að borga fyrir þetta og hvernig eiginlega á að láta fólk fara eftir þessu. Eins og þau sagt hérna með tað og annað sko. Það er nú að fara bara þarna niðrittir og þá sjáum við að þessi nú bara hent hér og þar bara hvað sem er út allt. Þannig að ef einhver veit svona hver ætlar að hafa eftirlit með þessu, er það heilbrigðiseftirlit sem ætlar eingöngu að vera með þetta eða eiga starfsmenn sveitarfélagsins að vera með þetta líka eða er þetta bara svona við höfum þetta til að við séum búin að gera þetta? Mér svona langar aðeins að fá að vita það, takk. Takk fyrir það, Sveinn. Orðið er laust. Sigfús Ingi Gerðsvel. Já, forseti góði sveitarstjórnarmenn, takk fyrir fyrirspurnina og ég skil svo sem áhyggjur Sveins en þetta kemur náttúrulega fram í 11. grein samþykktarinnar að það er heilbrigðiseftirlitið sem fer með eftirlitið og það var haldinn mjög góð fundur í sumar með fulltrúum sveitarfélagsins, sviðsstjóra veit- og framkvæmdasviðs og fulltrúum úr hverfisnefnd held ég þetta heiti hjá hestamönnum og fulltrúum frá heilbrigðiseftirlitinu og það voru allir sammála þetta vinnulag. Menn ætluðu að koma sér saman það að ganga þannig úr skugga að hlutinir yrðu betri heldur en hafa verið hingað til og heilbrigðiseftirlitið sem sagt þetta er búið að fara fyrir nefndina og kemur hingað til okkar. Heilbrigðiseftirlitið fer með eftirlitið með þessu en menn ætla að leggjast á eitt sem sagt hverfisnefndin ætlar að hafa eftirlit með sínu fólki og við munum leggjast á árana líka. Þannig að og það er bara mjög gott að það var mikill samtakamáttur á þessum fundi og menn alltaf koma hlutunum í lag. Takk fyrir það. Orðið laust, Sveinn. Gerðu svo vel. Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Já, ég var nú alveg búin að lesa þetta hver myndi gera það sko en ég vildi bara svona koma aðeins upp. Þetta er svona áhyggjuna sem ég hef en ef þetta var svona góðu fundur og allir ætti að leggjast á orðan að rétta þá bara er það mjög flott en þetta er svona eina svona sem ég hef áhyggjur af Takk. Takk fyrir það. Orðið er laust. Það er ekki fleiri sem að óska til að taka til máls. Þeir sem eru samþykkir fyrirliggjandi samþykkt gefumerki og hún er samþykkt samhliða. Þá er það liður nummer 6 á dagskránni sem er fornás 8 umsagnarbeiðni frá byggingafulltrúa.
En þessu vísa frá 80. fundi skipulagsnefndar sem haldið var 21. ágúst. Máli snýst leyfi til að byggja við einbýlishús sem stendur á lóðinu nr. 8 við Fornás og Sauðárkróki. Það liggja fyrir aðaluppdrættir gerðir á arkitektastofum. Skipulagsnefnd var búin að samþykkja í þessum máli áður að leggja til í sveitarstjórn sem svo samþykkti að framkvæmdin skyldi grenndarkynnt fyrir lóðarhöfum Fornás 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 og Hólmagrund 7, 9, 11, 13 og 15. Grenndarkynningin hefur farið fram og það komu engar umsagnir á umsagnatímanum. Þannig að afgreiðsla skipulagsnefndar var svo að skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að samþykja umbeðna framkvæmd eins og henni lýst í framlögðum gögnum. Orðið er laust henni við. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem eru samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar gefið merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er að liðið nr. 7 á dagskránni en það er lóð nr. 22 að Hlíðarenda. Þetta er umsókn stofnun á byggingarreit og þessu er vísað frá 80. fundi skipulagsnefndar sem haldið var 21. ágúst. Það er Aldís Hilmarsdóttir fyrir hönd Golfklúbbs Sauðárkróks sem er þinglistu lóðarhafi lóðar 22 að Hlíðarenda sem óska eftir heimild til að stofna 770 fermetra byggingarreit á lóð samkvæmt þeim gögnum sem hér liggja fyrir og þetta er byggingarreitur fyrir nýjan golfskála á núverandi reit er eldri golfskáli á núverandi reit sem eldri golfskáli stendur á. Fyrirhugað er að fjarlægja núverandi skála sem er skráður 117,5 fermetrar og byggja nýjan skála sem verður 230 fermetrar. Afgreiðsla skipulagsnefndar á þessu var eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að samþykja umbeðin byggingarreit. Orðið er laust þennan lið. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar og hún er samþykkt samhljóða. Þá er að liðið nr. 8 á dagskránni sem er Staðarbjargavík. Það er framkvæmdarleyfisumsókn og þessu er vísað frá 80. fundi skipulagsnefndar frá 21. ágúst síðastliðinn. Það er Oddur Hermansson, landslagsarkitekt sem sækir fyrir hönd veitu og framkvæmdasvið Skagafjarðar framkvæmdarleyfi fyrir stígagerð og útsýnisstaði við Staðarbjargavík samkvæmt gildandi deiluskipulagi sem staðsett er við sjávarmál Hofsós neðan við sundlaug bæjarins. Það er að ræða 4 útsýnisstaði og gönguleiðir á milli þeirra sem eru stíga og tröppur. Smávægilegar breytingar verða á núverandi bílastæði og þetta er svo útlistað hér með frekari hætti í gögnunum en skipulagsnefnd afgreiddi þetta með eftirfarandi hætti. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til í sveitarstjórn að veita umbeðið framkvæmdarleyfi. Orðið er laust. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar, hún er samþykkt samhljóða. Þá er það Kálfadalur, snýst gerð smalaslóða, en þessu er líka vísað frá 80. fundi skipulagsnefndar og það er Sigfús Ingi Sigfússon fyrir hönd Skagafjarðar sem er þinglistur eigandi landeignarinnar Kálfadals sem sækir framkvæmdarleyfi fyrir gerð reiðleiðar og slóða fyrir núverandi slóða það bil 1,2 km frá bæjarhlaði Kálfadals Selhóla að Trölleyrum. Framkvæmdin gengur út á að breikka núverandi fjárgötur í 1,5 til 2 metra breiðan slóða. Slétt verður úr þúfum og stóri steinar færðir til þar sem þarf. Sett verða niður ræsi þar sem þvera þarf læki til að lágmarka skemmdir á landi til lengri tíma. Og afgreiðsla skipulagsnefndar var eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að veita umbeðið framkvæmdarleyfi. Orðið er laust. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar, hún er samþykkt samhljóða. Og þá er að liðið nr. 10 á dagskránni sem er vegna Geldingarholts umsagnarbeiðni frá byggingafulltrúa. Þessi er vísað frá 80. fundi skipulagsnefndar sem haldið var 21. ágúst og þar var til umfjöllunar umsókn framkvæmdarleyfi
Niðurstaða skipulagsnefndar á fundinum var eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til sveitarstjórn að framkvæmdin skuli grendarkynnt fyrir landeiganda Geldingarholts 2 sem með landnúmerið 146030. En nú hafa sveitarstjórn borist gögn frá umsækjanda með yfirlýsingu landeiganda Geldingarholts 2 dagsett 21.8.2025 þar sem fram kemur að hann gerir ekki athugasemdir við fyrirhugað viðbyggingu. Fyrir fundinu liggur jafnframt tillaga frá skipulagsfulltrúa að heimila umbeðna framkvæmd þar sem niðurstaða landeiganda Geldingarholts 2 liggur fyrir skriflega þar sem hann gerir ekki athugasemdir við fyrirhugað framkvæmd. Fyrirhugað grendarkynning er því óþörf. Þeir sem samþykkja að umbeðin framkvæmd verði heimil á fyrirliggjandi gögnum gefi merki en áður en svo er orðið laust þetta mál. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem eru samþykkir því að umbeðin framkvæmd verði heimiluð á fyrirliggjandi gögnum gefi merki og það er samþykkt samhljóða. Þá er að Birkimel 21-23, það er umsóknur lóð og þessu er líka vísað frá 80. fundi skipulagsnefndar frá 21. ágúst og það er Inga Skaffjörð Helgadóttir sem sækir parhúsalóðina Birkimel 21-23 í Varmahlíð. Jafnframt sækir hún að fá lóðinni breytt í einbýlishúsalóð úr parhúsalóð með deiliskipulagsbreytingu. Gangi það ekki eftir vill hún sækja samt sem áður lóðina sem parhúsalóð. Skipulagsnefnd samþykkti samhljóða að hafna umbeðinni deiliskipulagsbreytingu að breyta lóðinni úr parhúsalóð í einbýlishúsalóð en samþykkir jafnframt samhljóða að útluta lóðinni Birkimel 21-23 í Varmahlíð sem parhúsalóð til Ingu. Svo kom annað erindi frá lóðarhöfum þar sem var óskað eftir frekar rökum fyrir því að Birkimel 21-23 verið breytt í parhúsalóð í einbýlishúsalóð í gildandi deiliskipulagi. Skipulagsnefnd tók svo málið aftur til afgreiðslu og bókaði þá eftirfarandi. Skipulagsnefnd fellst á að breyta lóðinni Birkimel 21-23 úr parhúsalóð í einbýlishúsalóð og telur að svo óveruleg frávik sé að ræða að hagsmunir nágranna skerðist í engu hvað varðar landnotkun, skuggavarp, útsýni eða innsýn svo ekki er talið þörf á grendarkynningu þar sem breytinga á deiliskipulagi varði ekki hagsmuni annara en sveitarfélagsins og eða umsækjenda. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til sveitarstjórn að heimila uppbyggingu einbýlishús á parhúsalóðinu Birkimel 21-23 og gera óverulega breytingu á gildandi deiliskipulagi. Orðið er laust þannig lið. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar gefi merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við konir að liðum það sem er lagðað fram fundagerðir til kynningar og það liggja hérna fyrir fundinum allar fundagerðir byggðaráðs Skagafjarðar. Það eru fundur nr. 152 frá 25. júlí, 153, fundur 154, 155, fundur 156, 157 og 158 frá 20. ágúst. Þessar fundagerðir eru allar samþykktar og framgengnar af byggðaráði sem var þá með heimild til fullnaðar afgreiðslu í sumarleyfi sveitarstjórnar en orðið er laust þessar fundagerðir ef einhver vill segja eitthvað það. Svo er ekki og þá erum við með hér 13. og síðasta liðin á dagskrá og það eru fundagerðir frá Heilbrigðiseftirliti Norðurlands vestra en það eru tvær fundagerðir sem eru hér til kynningar. Það er fundagerð frá fundi sem haldin var 28. maí 2025 og fundi sem haldin var 25. júní. Vill einhver taka til máls þessar fundagerðir og það er ekki. Dagskráin er þá tæmd og fundi slitið. Þakka ég fyrir fundin.